Nei, það væri nú ágætt að það væri svona einfalt, allavega ekki ef við erum að tala um gáfur í þeirri merkingu að þær séu eitthvað sem að séu varanlegur hlutur. Það hægt hins vegar að auka færni sína, eða sem sagt, að þú berð saman 2 hópa sem að fara að taka próf, að þá sá hópur sem að hlustar á þægilega tónlist rétt áður en að þeir taka próf mun að jafnaði standa sig örlítið betur heldur en hópurinn sem ekki hlustaði á þessa þægilegu tónlist. En þetta nú áhrif sem eru sjaldan stór áhrif, stundum eru þau mælanleg og stundum ekki mælanleg. Og þetta eru aldrei langtíma áhrif, heldur bara skammtíma áhrif sem stafa því að það ákveðin vellíðan sem að skapast af tónlistinni og líðan hefur áhrif á því hvernig þér gengur í prófum. En það hins vegar svolítið sérstakt að svona rannsóknarniðurstöður hafa verið teknar og færð rök fyrir því að ef að einhver fær hærra í prófi eftir að hlusta á Mozart eða einhver aðra klassíska tónlist, að þá hljótum við að fá betri eða þá hljóti það hafa góð áhrif á vitsmuni unga barna að hlusta á tónlist. Og það bara mjög einfalt að það eru engar rannsóknir sem að styðja það. Það ekki til neina rannsóknir sem að sýna að unga barn sem hlustar á einhverja ákveðna tegund af tónlist, hvort sem það Mozart, Bach, Beethoven eða eitthvað annað, að það hafi nein áhrif á gáfnafar. En það sem að hefur áhrif hins vegar á vitsmuni svona til lengri tíma, það virðist miklu frekar vera tónlistariðkun og það að taka þátt í tónlist, það getur breytt heilanum varanlega, en tónlistarhlustun aðalega áhrif á líðan og það svona skammtíma áhrif en ekki langtíma áhrif.